Þetta hlaðvarpið von ráðgjöf, hlaðvarp lausnarinnar. Taka 3. Við erum saman komin í geggjum feeling í boði World Class Ísland. Þú ert búin að fara eitthvað í ræktinni í vikuna? Já, góð spurning, nei, er svara við henni. Nei. Já, við vorum að lenda frá útlöndum. Spurðu mig hvað ég er búin að fara oft. Nei. Akkur ekki, please. Ok, hvað ertu búin fyrir oft? Ég held ég sem búin að fara 3 svar. Já. Ekki, ég fór laugardaginn, mánudaginn og þriðjudaginn. Þetta er þriðjudagur. Nei, já. Þetta er stefnumótið okkar. Fórstu ekkert á sunnudaginn? Í hlaðvarpi, saman. Finnst þetta ekki geggjað? Í afmælisvikunni. Já, heyrðu. Nei, hún er byrjuð, ég glemdi. Já, hún glemdi því. Þetta er fiskið sem hún glemdi. Hvað dagur er? Nú 3 dagar. Ok, þá er ég bara afmælisviku frá mig til mig, það selur ekki flókið. Þú varst að koma utan, hvernig var? Var gott að slaka á í sólunni og... Þetta var náttúrulega geggjað. Þetta byrjaði að lópapeysu veðri, sko. Já. Já. Þegar við fórum að skoða South Fork. Dallas. Já. Hvernig þema? Já, það var reyndar geggjað, en mér fannst það mjög gaman. Þú komst bara með mér. Já, ég gera það fyrir. En þú komst með mér. Já, ég gera það fyrir. Já, ég er það klart. En svo tóku bara við 20 plus gráður, sko. Já, ískalt að það maður, ég man eftir því. Fyrsta daginn. Já. Þá var ég með lópapeysuna, ég átti von á þessu. Þú varst í þunnum jakka. En við viljum ekki tala um það. Þetta var algjörlega geggjað. Dallas, Texas, var æðislegt. Við getum okkur kúrika hatt. Og stígvél. Og kúrika stígvél. Þannig að nú er næsta dagskrá. Tilbúin að flytja. Já, við erum tilbúin að flytja. Já, ég er náttúrulega fyrir löngu tilbúin að flytja til Bandaríkjanna. Þetta er bara spurningum hvert. Ég hlakka svo til. Já, ég líka. Það verður geggjað. Hvað elska ég við World Class? Ég elska við World Class að það sem ég fann bara þegar ég var að núti að því ég komst ekki í kaldapottinn og í gufuna og æfingu ég var ekki að brenna nema 16-1700 kaloríum á dag svo bara eftir að koma heim 3300, 3500 bara með að fara á mótnana æfi ekki lengi, tek svona 50 mínútur okay. með göngubrættinni 5 mínútur og svo, þetta er svona 40-50 mínútur sem ég tek okay. Svo fer ég í sánuna í 25 mínútur Já. Það er algjör snilt Já. Það er ég þannig að hjartslátturinn er komin í 140 slög að þá slagaði ég mér í kaldapottin Já, og þetta gerir klukkan 6 á mótnana Þetta gerir ég klukkan 6:30 Já, þá er ég ennþá svondi Ég fer út úr húsinu 6:30 Ég að byrja á að fara í rauðaljósa heima sko. Já, einmitt Já, minn tími mun koma eins og Jóhanna sagði einu sinni Við ætlum að tala aðeins svona, hvað er íslensku orðið yfir þetta er conflict goals, nummer 1 Já, svona eitthvað markmið í átökum þú veist, við viljum ná einhverju markmið með átökunum, eða ekki? Jú. En sko við vorum ekkit bara að fara og sjá South Fork, sko Nei, við fórum í Molly líka Já, við reyndar í 2 það fórum líka í Minneapolis Já, svo fórum við líka í eitthvað svona barbecue-stæði Já, en ég var ekki með það Við fórum á Gottman námskeið hjónanámskeið til þess að læra svona aðeins meira og geta gefið aðeins meira á okkur og ég held að þetta sé svona eitthvað púsl sem að verður geggjuð viðbót Já og þú ert með eitthvað sem að þú ert búin að búa til sem er svolítið tengt þessum Gottman fræðum Já, heldur betur og ég er að sjá þetta í fyrsta sinn En það er svolítið áhugavert sko að maður sem kent okkur, hann er að koma þetta heim með námskeið ég er ekki búin að festa dagsinningar alveg en það er sko í maí Já, fyrir sérfræðingana Já, fyrir það sem að vilja vinna við þetta Já. Og það er það verður hægt að taka stig 1 og 2 núna í maí og svo í haust verður hægt að taka stig 3 og það er alveg maður orðin Gottman trainee Já, það er að bæta einhverju kirsuberi á toppin Já, þá getur þú farið í það ferli á þeim skilur sem þú þarft að skilja einhverjum vídeóum og eitthvað svona tímum og eitthvað svona sem er geggjað en þetta er átagspunktur nummer 1 sem við ætlum að tala um í dag og af hverju skiptir þetta máli, þú veist Við erum svo oft að festast í sama reyfildinu aftur og aftur, eða ekki? Hver? Fólk
Mér fannst að segja við. Já, við og fólk. Já, það er ekki að hafa þetta hreinu bara. Allavega all flestir. Án þess að komast að niðurstöðu. Já. Og það ástæðan að við stökkum í vörn. Það það sem við gerum. Já. Og sókn, okkur líður eins og sé verið ráðast á okkur og okkur langar að segja en þú og við reynum svona að samfara makanum hann að vera rámt fyrir sér. Já. Að hans upplifun sé röng. Já. Sem er gaslýsing, eða ekki? Sem er stundum. En það er samt, sko, nú íðilegur punkti sem ég ætla að koma með. Ég ætla að segja að það er nú yfirleitt alltaf í okkar tilfelli Baldur minn, að þú hafi rámt fyrir þér. Já, en það getur alveg farið út í það, en það er náttúrulega aldrei alltaf, en það getur alveg farið út í það, já, engin spurning. Já, og til segjandi það, þá höldum við náttúrulega að það við töluðum aðeins fórum aðeins í líka heimilsofbeldi og svoleiðis, þú veist, og það sjaldnast sem að við þú veist, það vill engi vera með eitthvað, með að magasin, drótt veikt fólk eða veikir aðilar, en við viljum koma vel fram við makan okkar í grunninn. Og það svolítið grunnurinn að vita það til þess að geta skilið að þegar að þú ert að gagnrýna mig til dæmis, að þú viljið mér að besta. Já, og að því sögðu að þegar maður talar um heimilisofbeldi að þá erum við að tala um eitthvað allt annað heldur en bara svona venjuleg samskipti á milli fólks. Já, það sé algjörlega haldið til hafa því að það alveg fólk að núti sem vill meiða maka sinn. Já. En við viljum ekki tala um það í dag. Nei. Og það sem að var áhugavert sem við lærðum til dæmis psykopata maður. Ég beið eftir þessu. Ég viss og myndi koma inn að áður en psykopatin ræðist á makan sinn þá lækkar hjartslátturinn. Blóðþrýstingur allt. Já, sko, og slakar á. Og svo ræðist hann á. Og svo ræðist hann á eins og kóbra. Þetta kóbra. Sko, og þegar ég segi hvað ég við að Gottmann hjónin hafa rannsakað parsambandi í 50 ár. Já. Og erum við bara gríðarlega mikið rannsóknar efni, niðurstöður og svoleiðis og þau til dæmis sáu þetta að þegar þau eru með psykopata þá þau skiptið í svona 2 svona hluta og það kóbra og svo pitbull. Nei, það ekki bara kóbra psykopatin. Það? Já, hitt var narcissistic eða eitthvað svona ok, þá heyrðum við þetta ekki eins en það alltaf, við erum með klósur, kíkjum með þér ekki taka þetta 100% núna því við erum ennþá eftir að melta klósurna, við vorum bara að lenda heim en það sem var áhugavert líka að sko þau skrifuðu mitt bók Why Men Battered Women sem hann tók síðan fram að þetta eru konur sem að berja mennina sína líka og beita þá ofbeldi. Engi spurning. Það ég held að sé alveg jafn á prósenta sem eru psykopatar og narsistar að kalla með konum eða ekki. Hef ekki hugmynd. Nei. Það var alltaf því síðan prósentu þá aldrei sé að skipta eitthvað eftir kynjum eða eitthvað. Nei, það var mjög áhugavert að skoða það sko. Það kæmur ekkert óvart að væri eitthvað munur að ná en já. Sko, þannig að hann talar um svona smá hugafarsbreytingu í staðan fyrir að segja hvað óskupanum með þetta hvað þetta? Já, þetta var ef þú myndir segja þetta við mig til dæmis ég verandi þar sem við kallum viðtrúir þá fengir þú rosalega lítið úr mér já, þú farir bara beint í vörn já, eða bara myndir bara loka en það er þetta sko hvað þetta þetta runni upp úr Rappaport rannsóknarnas Gottmann það sem við erum að tala um í dag og veist að hvernig getum við hvað það sem við getum gert til þess að stökkva ekki svona til til þess að hvað getum við gert við getum verið forvitin frekar hvað áttu við þegar þú segir að X og Z sé B hvað áttu við með því hjálpaði mér að skilja, ég ert að meina að hvað? Að þetta að enduróma það sem að maginn raunverulega er að segja eða að spyrja sjálfan sig hvað er raunverulega að gerast, það ekki? Jú, engin spurning hvað, þú veist og þau segir hvað er raunverulega að gerast þú veist, að ég spyrji mig, þú veist segjum þetta bara, þú segir hvað er eiginlega að gerast þetta? Þú veist, að ég ná að stoppa og ég bregst við í vörninni svo hvað meinar með því, eða bara loka sem getur líka verið máli að ég spyrir mig hvað er að gerast þetta með mér
og reyna að skilja þig þú veist, og spyrja, býtu, hvað áttu við með þessu? Hvað er hann að segja mér? Já. Mjög gott, sko. Ekki, þú ert alltaf að gaggrina mig. Já. Við erum alls ekki að segja það. Nei, það hljómar eins og sett ósátt við eitthvað. Getur þú sagt mér nána frá því? Þetta er miklu betra, ekki? Jú, engin spurning. Svo sá sem er að tala, hann á bara einn að tala í einu, sko. Já, annars er þetta bara, sko, já, þetta á að vera samræða. Þetta á að vera samræða en ekki einræða. Það á ekki bara annar tala eða báður að tala ón í hún annan. Já. Það þarf að vera samtal. Já, en á meðan einn er að tala, þá við þurfum að læra að tjá okkur án þess að ásaka hvort annað. Segja, þú veist, ég upplifi, þú veist, mér líður, ég þarf á því að halda, það skiptir mig máli, þú veist, þetta skiptir mig máli, þú veist og mér líður svona þegar þetta gerist, ég veit þú ekki reyna með mig, þú veist, í staðis að segja þú hlustar aldrei á mig, þú veist, mér finnst ég ekki vera heyrður þegar ég segja frá skoðunum mínum. Akkurat, veitu, þú veist, ég er bara að hugsa, hvað ertu? Ég er á þessu blaði? Ég er ekki á þessu blaði maður, ég er á öðru blaði, hérna. Má ég fá þetta blaðið það? Já, fá það. Ekki máli. Svo ég fylgi bara þræðinum, sko. Já, þá eru þú að leiða þetta. Nei, alls ekki. Ég er ekki með það. Nei, látum samla. Hérna. Ok, ég skal spila eftir eyrunu. Nei, ég er með þetta hérna. Nú, já. Þannig að, þú veist, með skoðunar, þú segir mér aldrei, þú veist, mér finnst ekki heyrður þegar ég segi þér skoðanir mínar. Ætlar ekki fylgjast með það? Jú, ég get alveg Snúð þá. Ég ætla að snúða þessu rétt. Þá þurfum við að nefna einhverja jákvæða þörf og í staðis að segja hættu að hunsa mig, má segja að mér langar að við setjum okkur tími að tala saman. Já. Ég þarf að halda að við setjum niður og tölum saman. En sko þetta heyri ég svolítið oft að fólk segir sko við yfirleitt sko þegar tölum saman þá er það alltaf í einhverjum ágreiningi. Þú veist, við erum að rífast eða eitthvað, við gefum okkur aldrei tíma bara svona góðum degi að setjast niður og segja hei, ef við ekki að ræði þetta eins það sem gerðist þarna að því mjög oft er þetta ekki tekið upp eftir á af því að það leysist ekkit ef við erum að nota þess aðferð eins og erum að tala um áðan þú veist, hvað er í gangi hérna? Þú veist þetta, þá fer yfirleitt hinn bara beint í vörn eða lokar, þú veist, hvað meinar hvað er í gangi? Þú veist, hvað segir þetta? Betur, hvað þú sagði þetta áðan og þetta komi í þetta djöflasamtal sem við tölum ef við náum ekki að leysa þetta þar þú veist, ef við erum ekki með verkfærin til þess að gera það þá er svo mikið að við komum saman aftur, þú veist, þegar við erum bæði róli, bæði einhvern veginn bara slök og getum komið að segja, hei, getum við talað um þetta, þú veist, hvað gerðist eiginlega? Af því að þá er ekki emið hjartsláttur 900. Hvað getum við gert til þess að verða slök? Já, það er self-soothing, bara svona ná að róa okkur niður í. Manstu hvað hann sagði að vera besta aðferðin? Kennarinn? 20 mína lestur. Já. Að lesa bara inn í herbyggi og hann sagði, ég ger þetta stundu skjólstæðingarna hjá mér þegar það síður upp úr. Já. Og þeir eru eitthvað, ég vil ekki eyða tímanum í það. Þú ert ekki að eyða tímanum í það. Þú ert að læra að self-sootha þig. Já. Að þú þarft að læra það. Að þú getur, og það er það sem að þerapían líka snýst svo mikið um að maður er bara að láta fólk bregðast öðru sér við í aðstæðanum og þannig að kennu við þetta. Hvað svo þurfti ég að lesa eitthvað þegar við vorum í útlöndum? Nokkur sinnum í bílnum sko. það er náttúrulega bara eitthvað brjáluð sko, umferðarmenningarnir í Dallas. Já. Þú kipir ekki fyrir það, þú keyrir bara eins og herfóringi, ég fann að fatta þetta system 37A og þá næst 37B og ég var út í 37C og ég bara eitthvað, þetta bara, þú veist, líka við með talnaband sko, bara og beða Maríu bæni sko, mér fannst þetta ekkert smá lestu bara eitthvað og ég ná í einhverja greinar og lesa það virkaði? Já, það virkaði þetta virkaði? Já, ekki spurning 20 mínútur og þá getur maður komið tilbaka þá er tökir að búra og þá líka fær maður að vita eitthvað, maður lesa eitthvað og það er ekki að skrolla telst ekki með Nei, enga veginn, þú þarft að vera að lesa eitthvað, þú veist að vera inn í texta, já, eða bók, skilur þú, getur alveg líka. Akkurat. Já. Þú er svo tillitslaus, þú hugsar aldrei mig bara. Já, einmitt, litla bulli, hvað er þetta í að segja þetta? Já, leiðilegt að upplifi það, akkur ætla að upplifi það? Alls í gangi með þig? Nei. Sko, já, mjög gott, þetta var mjög gott, þú veist að
Já, nema hann að hvað sé gangi innan með þér, við slefum því en þú veist þetta, þú veist taka undir að hvað er við að upplifa það? Líður í alveg þannig? Já, okkur allir líður þannig hvað er að gerast? Já, finnst þú bara ekki að sjá mig? Já Hvað vantar þig? Hvað þarftu frá mér? Ég þarf svo að halda að þú heyrir mig og sjáu mig Já, en þegar þú segir ég sé tillistlösi hugsykiði hvað er það svona þarft að ég ger? Bara gefi mig knús það er ógeðslega einfalt Ég get gert það nokkuð sem þetta Jú Og rósa mig líka Ég minnst þú bara mjög fýtt sko Hérna stendur sko mér finnst ég stundum útundan þegar ákvarðanir eru teknar Mér langar til að vera með þér í ráðum Já, byrju hvar er þetta? Þetta er náttúrulega 2 heilbri tjáning Ok, ég ætla að lesa þetta Já, ég verði svo heilbriða Mér finnst ég vera stundum útundan þegar ákvarðanir eru teknar án mín þegar þú tekur ákvarðanir án mín Já Mér langar svo til þess að fá að vera með í ráðum Ég skil það mjög vel sko og ég bara ég vil ekki hafa svona bara áætlunarfundi Þú sest niður og rætt ákvarðanir En þú spyrir mig hvað þarftu frá mér? Já, hvað þarftu frá mér? Mér þetta er rosa gott að við myndum setjast niður saman og ræða svona áður nákvæmlega eru teknar þá getur þú sagt já, svona áætlunarfundi geggju hugmynd gerir það í nýja herbygginu heima það komið lausn í lausninni ármúla 40 þannig að sá sem er að hlusta samt hann er ekki að tala Nei, og alls ekki með svari hérna bara að býða eftir að geta droppa því sko. Þá veit maður ekki neitt Nei, þá ertu ekki að heyra, þá ertu ekki að hlusta til að skilja og það er munurinn sem að gott maður segir, þeir sem ná árangri í parsamættinu versus þeir sem að ná ekki jafn miklum árangri í parsamætti er að þeir sko rífast, þræta ágreiningu, hvað orð sem við nota yfir það til þess að skilja maka sín heyra hvað hann raunverulega að segja í staðan fyrir að reyna að vinna rifrildi með að koma með besta svarið sko. Þannig að þú veist ég getur svolítið góður því að hennar koma með besta svarið Já og hvernig það virka fyrir ekki vel sko. Þannig að en þetta af því að þau voru einhvern að spurð þú veist hvað, ef þið ætti að gefa eitthvað eitt ráð það er náttúrulega ekki hægt ég meina að koma þau eru með svo mikið gagnasafna af gögnum en ef þetta verið eitthvað eitt þá er það bara læriði að tala saman það þýðir að hlusta heyra, skilja það er svolítið það sem við erum að gera núna með þessum þáttum sko. þessi conflict goal og svo í framhald að því erum við með allavega 6 aðra þætti til að dýfka parsambandi enn meira sem er alveg geggjað sko. En sko hlutverk þess sem er sturlaða staðreind og ekki að vera sturlaða staðreind endilega svo stu að ég kikka það inn fannst þetta bara að þú veist, hei, hér er hundur 50% af fólki með króníska sjúkdóma tekur ekki lyfin sín 50% af fólki sem kemur í meðferð það vinnur ekki vinnun og hættir í meðferð og meðferð lokið 70% af fólki sem fara að heyra það frá lækninu sínum að hún breytir ekki lífstíl og myndir drepa það á þessu breytir ekki lífstíl þetta kemur ekkert á óvart vinnandi við það sem ég er að vinna við skilur, við sjáum þetta alveg fólk á erfitt með að feysa sjálf sig en mér finnst þetta svo sorglegt ég er bara algjörlega saman erum við mannfólkið svo illa stödd með okkur í sjálfsástinni og sjálfsummingjunni og því að hugsa okkur sjálf skilur, þá er ekki að minna að vera sjálfselskur heldur að þykja vænt sjálfan sig að þetta eru bara hardcore tölur það er rosalegt ég veit það og þetta er oft bara einmitt þetta, þú veist að okkur skortir bara svo mikla samkennd með okkur sjálfu og þá förum við svo ofta að dæma aðra og festast þar og þetta er og þegar komin inn í hennar neikvæða spíral þess að festistu við ég hef búin að taka inn ákvörðun
Viltu fá áætlunarfund fyrst? Já, ég ætla að segja, var hún gerða án mín? Já, ég gerða án mín. Ég meina hugmynd bara. Ok, erum við að setjast núna niður í áætlunarfundin? Ok. Já, ég var að spá að fá Magga hérna til okkar á sunnudaginn. Eða laugardaginn. Ekki séns, ég ámar laugardaginn. Já, sunnudaginn. Og við tökum upp núna, förum að taka upp hjónalandskeið. Já. Og við verðum með það online einu sinni í viku. Með geggjum verkefnum fyrir fólk að taka. Já. Þannig að við verðum ekki með það á stanum, heldur verðum með það online, þannig að fólk getur unnið það og þá færa bara eina viku í einu, færa bara myndband og verkefni og klárar þetta. 8 vikur. Já, við erum ekki að byrja strax sko. Okkur ekki. Hvað fæ ég borga fyrir það? Já, Maggi spyr hvað fæ ég borga fyrir þetta. Sko, svona áætlunum fyrir ég algjörlega til í þá, en kannski ekki beinni útsendingu. Nei, verður ekki beinni útsendingu? Núna? Nei. Akkur núna? Já, áætlunarfundi? Já, við erum búin að ræða þetta fram og tilbaka samt. Já, en þetta góð hugmynd og ákvörðum verið tekið sér. Hlutverk þess sem hlustar, hvað er það? Skrá. Já. Hvað þýðir það? Skrá. Það er að skrá hvað hinn gerði skrifa mikið villust og sagði mikið villust. Nei, svo sannlega ekki. Draga saman og staðfesta. Sko, John Gottman, hann er oft með svona litla blokk á sér, ekkert oft, hann er alltaf með hana og það skrifa hann svona í þegar hann á í samskiptu við konuna sína, þarfirnar hennar, langarnir, tilfinningarnar og allt það, hann skrifar þetta niður hjá sér til þess að læra bara af því hvernig hann á umgangast hann og koma fram með hana og í rauninni hérna erum við bara svolítið að draga þetta saman, staðfesta, að líðan tilfinningu að ég veit að hann er í alvöru með 4-falt ADHD, ég er sannfærð að það sé hægt og við erum búin að hlaupa svolítið úr einu yfir í annað eins og til dæmis þetta kemur út frá ásökuninni, þú er svo tillitslaus, þú hugsar aldrei mig, mér finnst ég vera út undan þegar ákvarðanir eru teknar á mín, mér langar til að fá að höra mig ráðum, hér sáum við það svolítið í beinni, þannig að hlutverk þess sem hlustar er að skrátraða saman og staðfesta eins og þetta, já ég heyri að þú ert upplifa að ég sé tillitslaus eins og ég hugsi ekki þig það er svolítið svona að draga þetta saman og staðfesta og svo þetta, hvað þarftu frá mér þegar þið líður þannig hvernig lítur það út að ég sé að hugsa þig vegna þess að við getum lesið rosalega vittlust í það að hugsa þig, hvað þýðir það þetta er eins og þú varst með þjónustu og ég held að það snerist bara að að hugsa allir þessi börn og láta þetta lesa í 20 mínútur á dag, það voru 5 börn 100 mínútur á dag sem ég hef að hlusta skrifa 10 orð í orðakistu eða 20 orð og finna þau og fara yfir þau og ég held að þetta væri það en þú bara, nei, að þú kemur kaffipollan í rúmitímin miklu auðveld þetta er að heldur neitt þannig að við vitum ekki alltaf þarfi hvað sannast, það er svo gott að spyrja hvað þýðir þetta hvað áttu við þegar þú segir þetta mjög gott skrá punktana skráðu helst aðtrina og svo undirbúa mótrök og það er það sem er svo geggjað, við erum ekki að skrá svarið ekki svara, ekki verja þig og þetta sé maður þetta er svo rosalega ríkt í okkur við viljum strax fara að afsaka okkur eða verja okkur en þar byrjar það er fyrsti afleikurinn já þar byrjum við að leika á okkur þegar við höldum að við þurfum að afsaka hegðun okkar, benda á líka makinn gerir þetta, þú gerir þetta líka hvað maður þá gamall 6 ára, 7 ára já. Þetta er eins og ég segi stundum við fólk sem situr hjá mér gerir þetta við börnin ykkar? Hvað? Já, ef að Siggi meiðir Gunna segið þá Gunnar, já, meina, þú meiti Sigga fyrir viku, það gerir það enginn nei eða fattar þú veist en þetta er svona barnalegt skilur og þetta kemur í rauninni út frá taugakerfinu okkar því að okkur líður eins og sem við ráðast á okkur og það triggerast eitthvað í okkur ofta skömmulhegðun, eitthvað sem að, kemur eitthvað starinn og það er svo mikilvægt að bara þegar að makinn talar þá vil ég skilja hann áður en ég svara já
við ættum allavega að leika hennar leik þannig sko. og svo annað þú veist að því að ekkert okkar fullkomið og við gerum mistök og það að og ekkert okkar fullkomið og við gerum mistök heyrðu þið segja það já og hérna já og þegar við gerum mistökin af því að þú veist þetta ekki þannig að maður búin að heyra þetta eins og þá maður búin að ná þessu þetta alveg 70 sinnum á hann að við náum einhverju nýri sko breytni að þá má alveg segja fyrirgef, getur við byrjað upp á nýtt þess ég ætla ekki að verja mig, ég ætla ekki að grína það má alveg og það boðum tengingu skilur, getur við tengst upp á nýtt og þá þarf hinn aðilinn að segja já, auðvitað, ekkert mál en ekki að segja, nei, við vorum eða fattar við verðum að læra að grípa svolítið hvort annað og grípa þessi litlu bits hérna, þessi litlu boð tengingu já mér heyrist þú upplifa að ég tæki ákvarðanir á hans að láta það vita og það mjög pirrandi fyrir þig ég skil hvernig það getur valdið vanlíðan já, takk fyrir að heyra það sem ég var að segja akkurat og þá róast auðvitað þegar við upplifum að við séum skilin já þá þurfum við ekki að upplifa við séum skilin þá leitast við að skilja fólk þá þarf þetta ekki að skilja það já, sko það það sem við viljum öll að það ekki að vera heyrð, skilin ég held það já. Langt flest allavega við viljum öll, það var djók en sko, hvað maður ekki að gera? Alls ekki að afskrifa þú veist, þetta alls ekki svona þú hefur rangt fyrir þér vegna þess að upplifanir og alveg svo að teiknast töluna 6 og ég horfa á hann og svo snýjum við og ég sé hvað sér þú sé 9 já. Þú veist, þetta sama myndin hvort okkar hefur rétt fyrir sér báðir já, þú veist að við hefum bæði rétt á upplifunum okkar já. Og við verðum einhvern veginn að skilja, ok, ég heyri ef þú skilur þetta svona þú veist, hvað þarftu frá mér til þess að líða betur með það að því að hvað sögðu 67% af ágreiningi fólks eitthvað sem við munum ekki leysa já. En það ekki, og þurfum að læra einhvern veginn að fara í kringu það og lifa með 67%, ég held að alltaf að vera 80% ég var búin að bulla það eitthvað mér já, Guðs lofa, það bara 67 getur við leyst meira já, líka bara sko, þú veist að það þarf ekkert að leysa ágreining þegar við getum við rósamála já fattar það þarf ekki að leysa þetta þá en það oft mjög erfitt getur verið erfitt ef ég vil stýra og stjórna akkurat það getur oft verið mjög erfitt ég meinti þetta ekkert svona já ekki gera þetta þú bregst alltaf harkalega við já róaði þú ert að tala við mig varnasvörin og gagnrýnin sko sko það líka annað sem að þú ert að miskilja já þú ert að miskilja já það getur verið að við séum að miskilja hvort annað það mikið falleira já, bara allan daginn og þá ert ekki að segja hinum þú veist, þetta svolítið svona gaslýsingarna sko já. Þú ert að upplifa þetta, þú ert að miskilja það sem við erum að tala um hérna í staðan fyrir að segja kannski bara getur verið að það sé einhver miskilningur á borðinu getur verið að við séum ekki alveg að skilja hvort annað nógu vel hérna ég held að svona þú veist þessar gaslýsingar séu svolítið þetta mikið notað í vörn skilur, fólk að verja sig það upplifir þú veist að það sé verið að ráðast á sig eða eitthvað og líka mjög oft notað til að stjórna já það er alltaf að vera að reyna að stjórna með í rifrildunum, það erum við að stjórna skilur, við erum að reyna að ná okkar fram frestaðu því að sannfæra makaðinn það er fjórða atriðið já, og að sannfærast sjálfur að það sé svona já. Þú veist að vertu vissum að þú skiljir makaðinn til fulls áður en að þú ferð þú veist að segja eitthvað sko reyna að sannfæra hinn þetta mjög ofta sem við gerum, við reynum að sannfæra hinn þú ert að sjá mína hlið af því að mín hlið hvað, eina rétta hliðin en við eigum náttúrulega að reyna að skilja hlið hvers annars það er lykillinn sko lykillinn liggur svolítið í því að þú veist að skilja, þú veist að í staðan fyrir að reyna að samfara makan til að verja sig að við getum bæði dregið saman sjónarmiðið hvers annars það er það sem að skiptir öllu máli sko
Já, og líka þú veist, þegar erum við kannski búin að því og þá það kannski bara nei, ég skildi þetta svona já, ég skildi þetta svona, þá verðum við að læra að vera sammála með vera ósammála Akkurat ok, þá bara erum við ekki sammála hérna og heimur þarf ekki að farast Akkurat, og ef ég get ekki útskýrt nákvæmlega hvað þú ert að meina þá þarf ég að hlusta betur Já, seti eins og enn ef ég get ekki útskýrt sjónarhorni nákvæmlega þá þarf ég að hlusta betur Því þá maður ekki að heyra Já og þá þarf maður líka að spyrja sig af hverju ég ekki að heyra Já. Ég of mikið upptekinn að hvað ég ætla að segja Já. Hverju ég ætla að koma fram Akkurat sko af því að það svo oft þannig að við erum bara yfirleitt að þvælast fyrir okkur sjálfum Tökum við þetta dæmi, maka 1 og maka 2 hvort viltu vera maki A eða B? Býtum við Það ná bara Það ekkert á þessu blæði Það ekki á þessu blæði Það hérna Já, annar þetta Ég ætla að vera B af því ég með B Ég líka B Ná, ég veit, ég har bara undar að fatta Mér finnst ég bera alla ábyrgð að skipuleggja hitt og þetta og það gerir mig stressaðan Svo það sem ég heyri að þú finnur til þess að öll skipulagning lendi á þér og það sé yfirþyrmandi Já Vá Það lítur að mjög erfitt Já Og mér langar alltaf að segja hvað þarftu frá mig til þess að upplifa það ekki Já Að hún taki kannski annað hvern og planir annað hvert eitt Já, til dæmis bara ekkert mál Ok, ég skal gera það Ástæðan fyrir ég vildi vera B Ég pínu segarna Já, ok Ég skal reyna að vanda mig Það ekki og ég segja frá deiti mánaðarins Já Ég búin að ákveða það líka án þín Býta aðeins Það ennþá februar Nei, það kom mars Það kom Sjáðu, ég var að gleyma afmælisvikunni Ég að gleyma en hún núna bara frá miðvikudag til miðvikudags Tykur segja afmæli bara 1 dag þegar maður getur átt heila viku Já, ég sammála Herru, date mánuðars Segð mér Mýrin restaurant Já 20% Já. Af öllum reikningnum Víninu líka að þú ætti því Þannig að það er bara 20% af reikningnum hvaða daga? Alla daga Vá. Date mánaðarins Það bara því að afmælismánuður Já, og þau þurfum bara að segja þið elski Baldur og Barbaru Nei, þau þurfum að segja þið hlustu á hlaðarpið að sína mynd af því það kemur inn vonandi á næstu dögum annars svo getið bara sagt að þið séu með hlaðarp afsláttinn og þá fáið þið 20% af það mýrin geggjast, við fórum hann í brönns Við fórum hann sko mér var að segja það æðis þessi staður náttúrulega bara eitthvað frábær þetta málverk á veggnum geggja kertin ég tók nefnilega myndir, ég mun setja þetta inn á Instagrami Mér finnst nefnilega svo geggjað að vera með bara 20% afslátt í staðan fyrir þetta 2 fyrir 1 það svo oft eitthvað sem mann langar ekkert endilega í þessum pakka sem maður fær í þessum tilbúðum ég veit þó þau séu alveg skemmtileg líka, ég er ekkert að gera lítið því það er alveg geggja líka en hitt svona, þú veist að geta valið sér bara Já, ég veit og mér finnst hitt nefnilega svo fínt þegar bara búið að setja þetta upp fyrir mér það ekkert að hugsa og ég get bara sagt já takk, vel A eða B Akkurat, já, hvort viltu fá fisk eða kjöt Kjöt eða fisk, ég veit það mér finnst þetta, ég fíla þetta þú vilt meira svona velja eitthvað Já Þarna erum við sammálum og erum ósammála þessi bara eða þú veist hvort mann finnst betra Já Herru, við þurfum að viðurkenna og sína þakklæti Já Viðurkenna árangur Já sína þakklæti Já, bara viðurkenna að sína lærði skilur þú veist að já, þetta var rétt hjá þér ég var og æstur þegar ég sagði þetta við þig þannig að bara fyrirgeðu eða þá, veist, já, það er betra að gera þetta svona Já Þetta er líka sko erfitt út frá persónugerð okkar sumir eru alltaf með eitthvað plan Sheiperar, þeir eru rosalegir alltaf eitthvað sheipa fram í tíma Já, það er erfitt ef að riðlast maður beiglast alveg inn í sér Ég krullast inn í mér sko Þannig að, þú veist, þegar þetta tekist þetta samtal hjá ykkur, þá vil ég endur spegla sjóna með eitthvað annars ég vil ekki fara svolítið í gegnum þetta, ok við kynum það sem við lærðum að hvort öðru segjum bara, vá, takk ásti mín fyrir þetta æðislega samtal veist, takk fyrir að hlusta á mig takk fyrir að
skilja mig, takk fyrir að gefa mér viðurkenningu og skuldbinda okkur til að bæta ferli enn frekar, þú veist, að halda áfram þarna, af því þegar maður fyrir að fá sér góðu moment í rifrildum skilurðu, að þá koma velunin, sko ég var að taka dæmi það Já Arna, viltu hvort þetta vera 1 eða 2? Ég ætla að vera 1 Takk fyrir að gefa tíma til að hlusta Mér líður miklu betur og upplifa ég sé skilin Yes Ekki við þig, sko Nei, heldur þú skilji mig Já, veistu bara þessi ræða hún hjálpaði mér að sjá betur sjónarhornið þitt skulum reyna að leysa þetta saman Ég nefnilega mjög góð í þess að það ekki að koma með svona ræður En sko af hverju virkar þetta, vísindir á bakvið þetta en megin regla og tilfinningastjórn því þetta er tilfinningastjórn ég er ekki og þetta er tilfinningagreind líka og er sko í tilfinningastjórn virkra hlustun og innsæi í sjóna með annara rannsóknir sína pör sem iðka samkennd í samskiptum samkennd þú veist, þinn sásiki, minn sásiki þína tilfinningar eru mína tilfinningar þú veist, þú sé ekki þú veist, við ætlum ekki að vera meðvirksamt en við ætlum að geta setið í þeim bara ég ætlum ekki að taka mig úr sambandi og setja mig í sambandi þig og bara fara í ykkur, nei, við ætlum ekki að tala um það sko. Þannig að þessi pör þau upplifa minni tilfinningalegt flóð þetta emotional flooding það sem að við misum svona stjórn á okkur ég er mjög góð í því en emotional flooding getur líka verið stonewalling það ekki? Jú, þess að segja, ég er mjög góð í því þess að segja þetta þau finna til meiri tilfinningulegar tengingar þrátt fyrir ágreining og það dregur úr líkum á fyrirlitningu, gagnrýni og vörn sem eru helstu vísbendingar að samband sé hættu þetta er 4 reiðmennir og það er náttúrulega flodding er steinveggurinn skilur það er fyrirlitning, gagnrýni og varnarhættu og fyrirlitningin er best ég veit það og fyrirlitning getur verið þetta sáttu close mynda mér draða nær mynda henni rolling of eyes gerir þetta ekki vel eða? Já, rolling your eyes rúlla augun og andvarpa ætlar að fara að tala um þetta enn eina ferðina og það er mjög hættulegt en rannsóknirnar í Love Lab viltu taka þetta? Já, sko Love Lab, hvað er það? Þá fenguður 50 pör til þess að koma inn í byrjun sko til að koma hérna og búa voru hann yfir helgi eða eitthvað það sem að fólki var bara algjörlega fyllt eftir þú veist, einmitt hérna blóðþrýstingur mælir hann að þú veist þetta og annor og kattur út allt og þú veist, bara vera að fylgjast með öllu sem gerist í líkamann blóðpröfur allt og þvágpröfur og Já, alltaf að tekja kortisóli og svoleiðis. Já, til þess að skoða bara hvað er umverulega að gera sinna með fólki þegar það er að rífast, þau sættast, njóta ásta og allt þetta. Og þau voru bara myndir frá 9 á mótnan til 9 á kvöldin. Já. Þannig að fengi prægis og aldrei inn á baðherbrygginu. Nei. Og ákveð það var skrítið eitthvað, þú veist. Við erum baðherbrygginu með myndaðar. Já, það var það. Þannig að rannsóknir í Love Lab sína farsæl pör, þau snúa sér að makanum og tilfinningu hvers annars fremur en að snúa sér frá þeim þetta er það sem tala um turning towards í staðan fyrir turning away og þessi nálgun er skilvirkt tæki til að viðhalda tilfinningalegu öryggi jafnvel í erfiðum aðstæðum þú veist samtölum eða hvað við viljum kalla það og hvernig forðust við hver eru hindrannar og hvernig forðustu þær? Hver eru fyrstu mistökin? Það er að flýta sér í að sannfæra makan eitthvað, þú veist. Ég heyri hvað þú segir, en þú hefur samt rangt fyrir þér. Já, hvernig getur? Já, þetta hljóma bara. Villust. Já, en fyrst ég get alveg sé fyrir mig að við einhver tíma sagt þetta. Í staðinn, leiði mér að ganga í skugga að ég skilji þig alveg fyrst. Akkurat. Og svo er þetta viðurkenningi tilfinningar þér á ekkert að líða þannig ég var ekkert að særa þig minnstu 2 að staðfesta ekki tilfinningar
veist, þetta ekki svona stórmál, hætt að gera svona mikið úr þessu. Akkurat. Þar verið að gera lítið úr tilfinningum hins. Og þar alveg gera lítið úr aðlanum. Þar alveg það lítilsvirðing sem það sama fyrirlitning sem eitt að hættulasta sem við gerum í parsambandi. Já, sem kalla contempt hjá þeim. Já. Í staðinn eftir að segja eitthvað eins og ég skil hvað þessar aðstæður hafa verið pirrandi fyrir þig. Mistök 3 varnartilhneigingin að verja sig. Þetta gerðist ekki svona. Já, þetta sé nú mikið. Nei, þú sagðir þetta ekki. Ég má nákvæmlega hvað þú sagðir. Og í staðinn átti að segja hvað. Ég vissi ekki að þú upplifir þetta svona. Getur þú sagt mér aðeins meira? Já, hjálpaðu mér að skilja. Hvað varst þér raunverulega upplifa? Fólk man ekki við mannfólkið. Já. Við munum ekki hvað var sagt eða gert svo mikið. Við erum ekki mjög góðið því. Ekki alltaf, nei, alls ekki. En við munum alltaf hvernig okkur leið. Já. En þú veist, það bara búið að rannsaka þetta í vitnaleiðslum og alls konar. Það bara fólk, það segir engin sömu söguna. Nei. Það bara þannig að við hættum að segja, þú veist, nei, ég sagði þetta ekki svona. Þú veist, það segja frekar, já, getur verið að sagt það svona? Já, ég maður bara ekki alveg. Nei, og eða bara, þú veist, að segja bara, já, minnst rosa leiðilt að þetta hefur komið svona frá mér. Þetta var ekki það sem ég átti við, sko. Akkurat. Ég hefði frekar vilja að segja og umorða. Að við megum alltaf, þú veist, byrjunarpunkturinn er bara alltaf leið og við tökum hann upp og þau töluðu líka svo, kennarinn talaði svo mikið um þetta í parasambandinu að við erum svo ofta að gefa einhver svona boð að tengjast upp á nýtt, boð að byrja upp á nýtt. Já. Og við þurfum að læra að grípa það. Við áttum nú eitthvað svona smá, það var eitthvað pínu streita í okkur hérna, ég veit ekki, gerð fyrir dag eitthvað. Já. Og hérna bara samt ekki meiri streiti þér en mér alveg öruglega baldi mig. Nei, og þú rakst eitthvað svona tungun út þér og ég bara eitthvað svona, ég hugsaði þetta búið tengsl ég held nú tækja fyrir þess að grípa þetta og mér langaði það ekki drosalega inn í mér, ég fann það alveg og ég segi ok, hvort á að vera ofan á og þetta tók ekki svona langa tíma pæli þessu, þetta tók bara svona split of a second og ég ákvað að grípa tjing, stig í hús Nei, skilju, þetta bara mjög ofta að koma já, kannski ekki endilega svona, en þú veist, það ofta að koma í ágreiningunum, eitthvað svona boðum tengsl, en við þekkjum ekki kjúin, eða skilju þú veist, vísbendingum, við þekkjum hann ekki alltaf húmor er rosa góður þarna bara besta meðalið það er húmor þannig að og það því þú veist að ekki gera lítið úr hinum eða ekki láta halla á hinn alls ekki heldur reyna kannski frekar að hafa húmor fyrir sjálfum sér eða húmor fyrir aðstæðunum og en þetta allt eitthvað sem við þurfum að læra 100% sko eins og þú myndi segja 100p en af hverju skiptir meira mál að skilja en að sigra? Já, ef við ætla að vera í 25% af þeim sem að náu svo kallast master í staðan fyrir 50% skilja 25% að disaster þá miklu betra að læra að skilja maka sinn. Það mjög betra sko. Þannig að markmið með þessum átakspunkti og nálgunin að tryggja báðir aðeins að finna að þessu heyrðir áður en reyndir að leysa vandan. Það er triggerinn sko. Þú veist, við ætlum að skilja áður við leysum vandan. Þetta leiði til sterkara tilfinningar trausts, uppbyggilegra samræðna og heilbrigðara sambands til lengri tíma. Já. Og það ótrúlega gott að vera í innihaldsríku parsambandi. Já. Góðu tímanir eru miklu skemmtilegri heldur en leiðilegu tímanir. Segir sér sjálft. Stefnumót vikunar. Já, mýrin. Og við þökkum World-Class kærlega fyrir stuðningin, við erum ánað með það. Já, ég heldur betur. Uppáhalds liftingastöðin okkar. Já, það verður bara að segja sko. Og ég, þú veist, alveg að fara að mæta sko.
En það rosa mikilvægt líka bara að vera að hreyfa sig til þess að losa aðeins Já, en tökum samt, þú veist, að þó svo ég sé ekki búin að vera að gefa mig tíma til þess að mæta því að ég er búin að vera að vinna upp svolítið, að því ég er að fara veikindalegu núna 2 vikur, sko það er búin að vera að vinna upp svona aðeins að mæti vinnuna og eitthvað og sinna börnum og þið veitir að þá er ég búin að vera að fara á þetta þrekhjól sem við erum með hérna sem bara er inn í stofunni hjá mér til þess að klára þessi 12.000 skref sem ég þarf ég er alltaf stutt upp til 10 ég er vilt farin að sofa þá sko en ég klára þetta Vel gert maður Já, því að ég er að gera þetta fyrir mig ég er ekki að gera þetta fyrir einn annan sko og þá ætla ekki að fara að svindla sjálfur mér Æðislegt Við þakkum kærlega fyrir ef þú dánar deildu þessu með öðrum og deildu þættunum fyrir okkur við erum ótrúlega þakklátt fyrir það og dánar senda okkur post við svöruðum því öllum spurningar Ég ætla ekki að svara þeim posti Baldur svara hann Ef þú með okkur spurningar sem þú vilt að við svörum í þættunum endilega senda okkur líka ég var nú með okkur spurningar sem þú með eftir að svara en við tökum það næst þakkum okkur kærlega fyrir frábæra viku þangað við sjáumst næst og má ég segja eitt? Já Það er ekkert víst að við tökum þeirra næst að því hann er með annað plan sko en við munum koma að þessum spurningum Þarna, takk fyrir Barbara Lausnin fyrir þig